Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp á R5 í miðbæ Akureyrar. Næst ætlum við að ræða aðeins bók sem verið að skrifa þessa mundir sem fjallar fósturlát. Þetta er viðkvæmur málaflokkur fyrir marga en kannski byrjum á þér. Hvers vegna að fara í þetta verkefni, að skrifa bók fósturlát? Það til þess að koma til móts við það tómarúm sem af því að ég býð því miður yfir þessari reynslu eins og svo margir aðrir. Og ég hef bara fundið það að það ekkert til neitt efni. Þú veist, því maður einhvern veginn, ég datt svolítið í þann gír að ég var að vita allt. Hvað var að gerast, af hverju var að gerast, hvað tekur við, hvað gerst svo næst, hvað get ég gert, eitthvað hægt að gera, hvað hjálp get ég fengið, hvað bara í boði. Og ég komst að því að það eiginlega ekkert til. Það helsta sem ég fann voru einhverjar lokaritgerðir í félagsráðgjöf eða lokaritgerðir í ljósmóðurfræðum og eitthvað þannig að ég hugsaði bara, nei, nú verður einhver að gera eitthvað, það verður einhver bara að fara af stað. Þannig að þá fékk ég þessu hugmynd að skrifa bók og þar sem að ég ekki með heilbrigðisvísinda bakgrunn þá ákvað ég að leita til kollega minna í háskólanum og fékk hana Sigríði Halldórsdóttur til samstarfs við mig og með okkur svo líka að vinna eins og hún Sigfríður Inga sem líka starfandi við háskólann en hefur líka áratuga reynslu sem ljósmóðir þannig að hún kemur mjög víða að þessu rauninni sem fræðimaður og sem ljósmóðir og svo búum við náttúrulega yfir þessari reynslu. Þannig að við ætlum að taka þetta saman. Þær fá nú svona svolítið að sjá fræðilega kaflann, það sem að reynum að upplýsa bara allt þessu tengt. Þú veist, hvað það sem að getur gerst, af hverju gerist það, eitthvað sem að getur gert til að koma í veg fyrir það. Það mjög algengt að konur detti í það, hvað gerði ég rangt, þú veist, var þetta mér að kenna? Þannig að við tökum það fyrir því að það langsjaldnast og held ég bara næstu því aldrei sem að það konunum sjálfum að kenna en einhvern veginn þetta samt oft fyrstu viðbrögð. Og svo ég kannski með meiri umsjón með seinni hlutanir sem reynslusögurnar. Af því að ég hugsaði að þegar ég missi fyrst, kemst ég í kynni við aðra konur í sömu sporum og það hjálpaði mér óbúslega mikið og ég fann það þegar ég missi í þriðja skiptið að þá leitaði ég svo mikið að við höfum allar sett inn reynslusögurnar okkar að ég leitaði svo mikið í reynslusögurnar þeirra. Bara þessi, hún var líka með dugleg fósturlát, þessi þurfti að fara í aðgerð og þá var ég að skoða þessar sögur og maður var svona að samsama sig. Að þess vegna vil ég hafa í bókinni þessar reynslusögur sem ég hugsa að þú veist, einmitt, líka til þess að fræða að maður ekki einn, maður ekki einn í heiminum, það fullt af öðrum konum sem hafa lent í þessu líka. Og svo hugsaði ég líka af því að ég fann að vonin skiptir mig alltaf svo miklu máli. Þannig að mig langar líka að gefa vona því að það allan ég í tengslu við mjög margar sem búa yfir þessa reynslu og ég vil endra þetta vel. Að þrátt fyrir að verði missir að þá hafa allar sem að ég þekki að hafa fengið barn í lokin sem auðvitað það sem sóstir eftir en auðvitað þess að segja það náttúrulega þó maður fái barn þá kemur það þurrkar aldrei út missinn en það risastór plástur og það svona svolítið það sem alltaf að leitast eftir þannig að ég hugsa að það væri gaman að setja upp bókinni líka það sem maður getur séð að sögurnar enda yfirleitt vel þó að allt lítið út fyrir að vera óbúslega svart. Það var maður ekki einn, það var gengið í gegnum þetta, þeir hafa komist í gegnum þetta og það hefur endað vel. Nákvæmlega. Hvernig var það fyrir þig að koma að þessu verkefni? Mér fannst þetta strax svo verðugt vegna þess að það vantar alveg umræðu og fræðslu þessa algengu reynslu kvenna. Hversu algeng hún? Hún það mismunandi eftir löndum og það að því að konur í rauninni þurfa ekki að segja frá því að þessir eru ófrískar þannig við vitum ekki alveg tíðnina en hún mun algengari en fólk telur og þetta miklu meiri áfall heldur en bæði heilbrigðisstarfsmenn og samfélagið sjálft telur það vera. Það vegna þess að það skilur þetta enginn nema sá sem að gengur í gegnum þetta. Og kona sem verður barnshafandi, hún byrjar strax að skipuleggja líf sitt með tilliti til þessa væntanlega barns. Og þess vegna, þeim meiri gleði sem við barninu, þeim meiri fyrir sorgin. Þannig að þetta, rannsóknir benda til að þetta sé svipað að missa ættingja. Og þá geta kannski fólk setti sig betur í spori að byttu við. Það getur verið mjög sárt að missa ættingja. Það mjög sárt.
En þess vegna þurfum við að það þarf að auka líka þekkingu meðal sko bara í samfélaginu og meðal heilbrigðisstétta. Því að ég tók einu svona viðtal við konu og hún hafði mist fóstur sko fyrir 18 árum. Hún var í ábyrgðarmikilli stöðu. Ég var að taka viðtölu fólk umhyggjuleysi í heilbrigðisþjónustunni. Og hún fór að hágráta þegar hún var að tala um þetta. Þetta hefði gerst 18 árum áður. Hún hefði aldrei unnið úr þessu og hún, þegar hún kom heim, þá vildi hún tala um þetta með mannin sinn og hann sagði, það getur enginn að koma svona illa fram. Hann bara trúði sig ekki. Svo hún setti þetta í einhverja kistu, eins og með margt í samfélaginu, ef eitthvað skilur ekki áfall sem fólk lendir í, að þá vinnur fólki ekki úr því og svo þessi kista þetta með miklu sársauka. Já, nákvæmlega. Og það virkar ekki eins og allavega heilbrigðisstarfsfólk eins vel meinandi og örugglega allir eru að við fósturlát þá eins og þú nefndir áðan, stundum þetta svolítið eins og fjarlæga fæðingablett. Já, maður kemur þarna inn einmitt og það verið að taka, maður upplifir það að vera að taka barnið manns en það komið fram í manni eins og maður sé þarna til þess að láta fjarlæga fæðingablett sko. Að það einhvern veginn og ég meira þess að hef heyrt þegar ég missi fyrst þá voru viðburðarlæknisins bara já, þú reynir bara aftur. Já. Og maður svona alveg já, ég ætla að gera það en ég samt að gangi gegnum þetta. Þú veist, og þetta eru oft svona viðbrögðin og líka bókján svona myndi hugsa ekki bara til þess að mæta þeim sem að gangi gegnum þetta og svona reyna að skóla heilbrigðisstarfsfólki til að þau átti sig á því hvað þetta mikill missir og hvað fólk að gangi gegnum. Heldur líka bara alla hina. Vegna þess að sko, þegar við myndist á tölfræðina þá man ég í bæklingnum sem ég fekk á Landspítalanum þá talaði ein af hverjum 3 konum gengur í gegnum þetta einhver tíman. Já, ég veit það. Ég meina ein af hverjum 3, það eru rosalega marga, það eru ofboðslega stór hluti sem að gangi í gegnum þetta og svo eru þetta á bakvið flestar konurnar líka maki sem að gangi í gegnum þetta. En samt þetta skilningsleysi í samfélaginu. Eitt svona lokum á því að tíminn að hlaupa frá okkur. Hvað með þetta feimnismáli kringum það að missa fóstur? Ég á þessa reynslu, 5 sinnum að segja, en samt það ekki eitthvað sem að maður svona bryddar upp á í svona, þetta svona pínu svona, en við skulum bara ekki tala um þetta. Þetta einkamál. Þetta einkamál, já. En það er mjög sérstakt. Já, sérstaklega ef við erum svona rosalega margar. Og það tali jafnvel sko þetta eina hverju 3 að það sé sko hærra hlutfall vegna þess að sumar mista fóstur án þess að jafnvel að vita af því og svo eru aðra sem koma aldrei til heilbrigðisþjónusta með þetta. Þannig að það mjög margar konur sem að eiga þessa reynslu og þetta mjög sérstakt hvað þetta mikið svona eiginlega tabú að tala um þetta. Já, svona feimnismálega tabú. En gæti það ekki bara hjálpað að tala um það? Jú, ég segi fyrir mig, ég þarf að tala, en maður var samt að þetta svona svipað eins og, þú veist, fólk almennt rosalega lítið að tala um þegar það reyna ekki spann. Það bara svona einkamál og þetta bara fellur svolítið undir það. En ég fann alveg, þegar ég missi fyrst, þá var ég tiltölulega fljótt ófrísk aftur og mér fannst ég samt alltaf vera svo mikið að tala þegar ég var að segja frá óléttunni að þá þá fylgdi þessi saga svolítið alltaf með af því ég þurfti svo mikið að tjá mig um þetta. Nákvæmlega. En ég hugsa að það líka oft gerir fólk erfitt fyrir að það ekki að tala um það. Nákvæmlega. En það kannski líka, við erum núna að óska eftir reynslusögum, þannig að ef einhvern langar til að deila með okkur sögu þá bara endilega senda inn á fósturlát@gmail.com. Við erum að safna sögum og ég segi fyrir mig, mér fannst mjög heilandi að skrifa söguna. Aðeins að kafa í þetta, þú veist, af hverju leið mér svona og ég skildi eiginlega sjálfa mig svolítið betur eftir. Þetta var pínu svona sjálfskoðun að setjast niður, skrifa söguna. Þannig að það líka svona ákveðin útrás ef að fólk vill ekki tala um þetta því að það kannski bara ekki þannig stað setjast niður og skrifa og það eins og ég segi þegar ég missi fyrst þá var ég í spjallgrúppu með öðrum konum og það var ofboðslega hreinsandi og ég held að það hafi gert alveg ofboðslega mikið fyrir mig að vera með aðra konur í sömu stöðu þar sem var hægt að ræða í fullum trúna af því þetta var alls ekki eitthvað sem maður var að ræða við alla. Nei, nákvæmlega. Kæra þakki fyrir komin og kæra þakki fyrir ykkar framtak. Ég veit að það þörf á þessu. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.